Það hefur jafnframt komið í ljós að yfirlýsingar hæstvirts fjármálaráðherra trúverðugleika þess fjárlagafrumvarps sem hann mælti þá fyrir sem sérstöku tímamótaplaggi í fjármálum ríkisins og að hann hefði haft áræði til þess að setja saman og flytja slíkt frumvarp og myndi hafa kjark til þess að fylgja því eftir í framkvæmd á fjármálum ríkisins á þessu ári, það hefur allt saman reynst vera markleysa. Það er allt að engu orðið. Stórar yfirlýsingar hæstvirts fjármálaráðherra eru með þessu marki blendar. Frá því við afgreiðslu fjárlaga fyrir þetta ár og það er hætt við að verði einnig svo við afgreiðslu fjárlaga fyrir næsta ár. Ég tel ástæða til þess að draga þetta hér skýrt og rækilega fram. Við bendum einnig á það fulltrúar stjórnarandstöðunnar við afgreiðslu fjárlaga fyrir þetta ár að með þeirri afgreiðslu væri þrengt að atvinnuvegunum í landinu og það væri þrengt að hagsmunum landsbyggðarinnar. Þetta hefur vitaskuld komið fram, enda staðan sú í atvinnumálum landsbyggðarinnar nú að það væri sannarlega full þörf á að það væri eitthvað litið til og tekið til hendinni. Á því engar horfur meðan þessi hæstvirta ríkisstjórn situr að völdum. Ég held að það sé ekki að ástæðulausu að ég rifji þetta hér upp. Það er ekki að ástæðulausu að ég dragi fram að gagnrýni okkar fulltrúar stjórnarandstöðunnar á málatilbúnað hæstvirts fjármálaráðherra við í fjárlagafrumvarpi og við afgreiðslu fjárlaga fyrir þetta ár var rangur. Hann stóðst ekki raunveruleikann. Í mörgum greinum var þetta augljóst og við bentum á það rækilega í umræðum þessi mál. Þessar viðvaranir okkar voru að engu hafðar og það var meira að segja sagt að þær væru markleysa ellegar, að þær gerði ekki til þó að útgjöldin færu fram úr því sem að fjárlög kvæðu á því að tekjurnar myndu vaxa að sama skapi. Það var hið innbyggða samhengi hæstvirts fjármálaráðherra sem ég vakti athygli á hvernig farið hefði í umræðum við aðra umræðu fjárlaga hér fyrir nokkrum dögum. Ég held að þetta liggi varla skýrar fyrir en hér hefur gerst. Nú kemur hæstvirtur fjármálaráðherra, hefur lagt hér fram frumvarp til fjáraukalaga og þar farið fram á að Alþingi heimili eftir á í flestum greinum að greiddar séu úr ríkissjóði alltaf 8,8 milljarðar umfram fjárlög á þessu ári. En á sama tíma að tekjur ríkissjóðs aukist samkvæmt áætlun liðlega 3 milljarða króna. Þetta liggur nú fyrir og það þess vegna einskýrt eins og verða má að sú skoðun okkar fulltrúa minnihlutans við afgreiðslu þessara mála fyrir ári síðan áttu við full rök að styðjast var rétt en fullyrðingar og yfirlýsingar hæstvirts fjármálaráðherra voru á sandi byggðar. Lagði Sjálfstæðisflokkurinn auka fjárveitingar sínar á árinu 1985 fyrir Alþingi? Svörin á sama hátt nei og aftur nei. Þegar ég kom í fjármálaráðuneytið, þá biðu þar á borðum og í skúffum auka fjárveitingar Sjálfstæðisflokksins og fjárauka lögin sem Sjálfstæðisflokkurinn lagði ekki fyrir Alþingi frá öllum þeim árum sem Sjálfstæðisflokkurinn stýrði fjármálaráðuneytinu. Öllum. Og það kom í minn hlut á árinu 1988 og 89 að leggja fyrir Alþingi
auka fjárveitingar sem að Sjálfstæðisflokkurinn ákvað 1983, 1984, 1985, 1986 og 1987. Og það sem meira það kom í minn hlut að leggja fyrir Alþingi til staðfestingar fjáraukalagafrumvörp fyrir öll þessi ár sem Sjálfstæðisflokkurinn stjórnaði fjármálaráðuneytinu, og svo koma þessir menn hér upp og þykjast vera í stöðu til þess að gagnrýna það að hæstvirtur núverandi fjármálaráðherra og ríkisstjórn leggur fyrir yfirstandandi þing frumvarp til fjáraukalaga fyrir verk okkar á þessu ári. Mennirnir sem aldrei þorðu meðan þeir sátu í fjármálaráðuneytinu á þessum áratug að leggja fyrir þingið sín verk eða sýna þjóðinni sín verk. Voru auka fjárveitingar ráðherra Sjálfstæðisflokksins lagðar fyrir þingið? Nei, aldrei. Það var ekki fyrir á síðasta þingi, þegar núverandi hæstvirt ríkisstjórn hafði tekið við, sem að þinginu var sýnd sú virðing og framfylgt var þeirri lagalegu skyldu, þeirri stjórnarskrárbundnu skyldu að leggja fyrir Alþingi þessi verk. Það merkilegt að þessir menn skuli síðan hafa kjark og smekk til þess að koma hér upp og flytja þá ræðu sem háttvirtur þingmaður Pálmi Jónsson flutti hér. Þegar hann var formaður fjárveitinganefndar eða í ábyrgðarstöðu fyrir Sjálfstæðisflokkinn á þessum árum, stóð hann þá hér upp og gagnrýndi það að auka fjárveitingar væri ekki lagðar fyrir Alþingi? Nei, aldrei. Hann kvaddi sér aldrei hljóðs það. Gagnrýndi hann að fjáraukalagafrumvarp fyrir liðið ár væri ekki lagt fram á næsta ári? Nei, hann gagnrýndi það aldrei. Ekki ár eftir ár þegar Sjálfstæðisflokkurinn fór með þessa stjórn. Það þess vegna mjög merkilegt að háttvirtur þingmaður skuli hafa smekk í sér til þess að koma hér og gagnrýna með þeim hætti sem hann gerði þau vinnubrögð sem að ég og ríkisstjórnin höfum sýnt í samskiptum við fjárveitinganefnd og Alþingi að leggja fyrir yfirstandandi þing okkar verk á þessu ári. Við sýnum þinginu og þjóðinni þá virðingu að leggja okkar verk fyrir þing og þjóð á því ári sem þau unnin. Við þurfum ekki að fara í felur með okkar verk eins og Sjálfstæðisflokkurinn. Við þurfum ekki að skilja okkar auka fjárveitingar eftir í skúffum í fjármálaráðuneytinu fram á næsta áratug eins og Sjálfstæðisflokkurinn. Við þurfum ekki að skilja okkar fjáraukalög eftir í skúffum í fjármálaráðuneytinu handa einhverjum fjármálaráðherra árið 1997 til að leggja þær fram. Á sama hátt og Sjálfstæðisflokkurinn skildi allar sína auka fjárveitingar, öll sín fjáraukalög frá árunum 1983 til 1987 eftir í fjármálaráðuneytinu til þess að enginn fengi að sjá þær, til þess að þingið fengi ekki að sjá þær og til að þjóðin fengi ekki að sjá þær. Það voru þessir menn sem voru að fela sín verk. Ég hygg að það megi nú, ef að menn gera það með jákvæðu hugarfari, líta á þetta viðtal við sendiherrann sem svona nokkurs konar yfirlýsingu af hans hálfu á þeim málum sem að hann hefur sérstakan áhuga á. Hann fór að vísu offari í þessu viðtali, ég játa það, en að þetta viðtal sem að nú orðið viku gamalt skuli tekið á dagskrá í utan dagskrárumræðu næst síðasta dag þingsins fyrir jólaleyfi nokkuð sem að ég fæ ekki vel skilið. Vegna þessara síðustu orða hæstvirts forseta neðri deildar hlýtur forseti að svara því til að það mjög sjaldgæft að ekki sé orðið við beiðni hálftíma til utan dagskrárumræðu og þess vegna þótti ekki ástæða til að hafna því frekar nú. Nú getur forseti tæplega sett fleiri á mælendaskrá tímans vegna en hér eru ennþá 4 mælendur eftir og til máls tekur háttvirtur 11. þingmaður Reyknesinga. Hæstvirtur forseti,
Það væri nú betra að sumir læs ekki blöð. Því að svo eru þeir illa á sig komnir að ekki mega að sjá neitt úr ákveðnum áttum. Það var eins og hlaupið hland fyrir hjartaðum. Og þessi umræða hér á öðrum síðasta degi þings fyrir jól langt frá því að vera tilefni til að taka hér upp mál þó að sé tekið viðtal við sendiherra í blaði fyrir viku síðan sem fer fram af opnum huga og eins og nútíma maðurinn talar og nútíma sendiherra. Á sama tíma og íslenska þingið samþykkir að flytja viðskiptamál yfir í utanríkisþjónustuna, utanríkisviðskipti og háttvirtir þingmenn sem hér hafa talað hér hafa gert með handauppréttingum. Þá á að banna öðrum sendimönnum að tala viðskipti þjóðanna sem alveg furðulegt. Við erum í nútímanum og fólkið vill opna umræðu en ekki einhvern rannsóknarrétt eins og var til fornar hjá Páfastóli. Og fólkið vill að sé skýrst af hugmyndum og þar komi fram frjálsar skoðanir en ekki lokað bókhald eins og háttvirtir þingmenn, annar þingmaður Austurlands óskar eftir. Til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra. Virðulegi forseti. Það var hjá mér eins og jafnvel fyrsta þingmanni Sunnlendinga. Ég hafði ekki lesið Mogga, gerði það í gær. Og ég get tekið til það sem hér hefur sagt að viðtalið margt mjög gott, mjög margt athyglisvert í þessu viðtali. Og langstærstur hluti af því þannig að það ekki að gera athugasemd við það, fróðlegt. En það hárrétt sem háttvirtur þingmaður Árni Gunnarsson sagði hér áðan, sendiherranum verða á mistök og því verður alls ekki neitað. Og því verður ekki neitað að þetta gengur gegn ákvæði Vínarsáttmálans þar sem segir á þeim hvílir einnig sú skylda að skipta sér ekki af innanlandsmálum þess ríkis. Því verður alls ekki neitað að hér miklar deilur byggingu varaflugvallar sem sendiherrann leggur afar mikla áherslu á að bera að gera af ýmsum ástæðum sem ekki tími til að rekja hér, menn vonandi lesa nú þetta viðtal. Mér heyrist að skoðanir manna skiptist ég dálítið eftir því hvort þeir eru með varaflugvall eða móti. Það bara allt annað mál, kemur ekki þessu við. Og ég verð að lýsa andstöðu það sem hér hefur komið fram að sendiherrann og persóna sem við talað sé verði aðskilin. Það útilokað að aðskilja til dæmis Þorstein Pálsson frá formanni Sjálfstæðisflokksins. Eða treystir einhver sér til þess? Það held ég ekki. Og það viðtalið hér eina á sömu persónunni að ræða og verðum að skoða í því ljósi. Hér var spurt það nánar hver viðbrögð yrðu. Ég held ég verið búinn að svara því. Ég með ræða þetta við utanríkisráðherra strax og hann kemur heim og ég til sjálfsagt að kalla á sendiherrann og benda honum á að þarna hafi hann gengið of langt. Viðtalið sendiherrann sjálfsagt og ekki þetta eðlilegt. Já, og sjálfsagt að ræða við ráðherra og hvert sem hann vill þau ýmsu mál sem varða samskipti hans þjóðar og þessa ríkis. Það honum sjálfsagt að gera, en að opinberlega að leitast við að hafa áhrif í umdeildum málum held ég verði því miður ekki sagt annað en að þar urðu honum á mistök. Til máls tekur hæstvirtur samgönguráðherra. Virðulegur forseti, ég dreg ekki í efa það sem hér hefur komið fram hjá ýmsum háttvirtum þingmönnum og reyndar má lesa út úr þessu viðtali að sendiherra Bandaríkjanna nýskipaður sé vel meinandi maður og margt gott hann. En ég tek undir það, bæði með forsætisráðherra og háttvirtum 7. þingmanni Norðurlands eystra, að hér verða menn að greina á milli þess að hafa einhverja skoðun á þeim viðfangsefnum sem sendiherrann fjallar og hins
hvort að það sé eðlilegt að hann blandi sér í okkar innri mál með þeim hætti sem hann gerir. Við óskum ekki eftir því að erlendir sendimenn gerir það. Við þurfum ekki á hjálp að halda við það að móta okkar stefnu til að mynda hvað varðar uppbyggingu flugsamgöngum mannvirkja í landinu. Við erum einfærir það Íslendingar og það er hluti af okkar fullveldi að hafa rétt til þess að gera það í friði án þess að erlendir sendimenn sem hér sitja í friðhelgi séu að reyna að blanda sér í þau mál. Það er alveg augljóst mál það sem í hlut á til að mynda spurningin uppbyggingu herflugvallar hér í landinu og það þarf sendiherra Bandaríkjanna vita, hafi hann ekki áttað sig á því nú þegar, að það hefur verið deilumál í íslenskum stjórnmálum og það er ekki heppilegt að hann gangi fram opinberlega á völlinn og gefi það mál yfirlýsingar, færi rök fyrir tilteknum aðgerðum í því máli eins og hann gerir. Það er óviðeigandi íblöndun í okkar mál og ég tek undir það sem hæstv. Forsætisráðherra sagði, það þarf að koma því til skila upp á síðari tíma og öðrum til viðvörunar. Ég tek það að vísu fram að þessi íblöndun er ekki af alvarlegum toga miðað við ýmislegt það sem gerist í heiminum. Hún er tiltölulega mild miðað við þá íblöndun sem íbúar Panama fá að upplifa á sjálfum sér þessa dagana af hálfu þessara sömu þjóðar sem nefndur sendiherra er fulltrúi fyrir. Háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurlands hefur beðið að fá að gera örstutt athugasemd. Frú forseti, ég saknaði þess að hæstv. Forsætisráðherra skyldi ekki svara þeirri fyrirspurn sem til hans var beint og ég vona að honum verði gefinn kostur á að gera það. Ég vil svo draga það hér fram að í þessu máli eins og ýmsum öðrum virðist vera alvarlegur ágreiningur innan hæstvirtrar ríkisstjórnar. Ég vil svo taka undir það með hæstv. Forsætisráðherra að auðvitað er það kórrétt eins og sakir standa að það verður ekki gerður greinarmunur á formanni Sjálfstæðisflokksins og Þorsteini Pálssyni. En hitt er svona mál að stundum er óhjákvæmilegt að gera greinarmun á Steingrími Hermannssyni og forsætisráðherra Íslands. Þá tekur síðastur til máls háttvirtur fyrirspyrjandi annar þingmaður Austurlands. Virðulegur forseti, ég vil nú þakka hæstvirtum forseta fyrir að leyfa þessa umræðu hér og teka fram vegna orða sem hér hafa fallið og óskum hana kom fram síðastliðinn þriðjudag strax og ég hafði lesið umrætt viðtal og það er nú ekki viku gamalt ef ég kann að telja dagana. Ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir viðbrögð hans og þær yfirlýsingar sem hann hefur hér gefið varðandi þetta mál. Þar tel ég að hafi verið rétt á máli tekið. Hæstvirtur forsætisráðherra lýsir því hér yfir á Alþingi sem er réttur staður til þess að hann telji eðlilegt að sendiherrann verði kallaður fyrir og bent á þau mistök sem honum hafi á orðið í ljósi íslenskra laga og alþjóðasamninga. Ég tek undir þau sjónarmið sem hér hafa komið fram í umræðunni að það verður ekki gerður neitt greinarmunur á sendiherra Bandaríkjanna sem einkapersónum og því verkefni sem hann vinnur að hér á vegum sinnar ríkisstjórnar. En meginatriðið er það, og það eru varnaðarorð af minni hálfu, að menn láti það ekki gerast á Alþingi Íslendinga að erlendir aðilar, hverjir svo sem þeir eru, geti verið að spila mönnum hér sundur og saman út frá því hvort að þeim hentar eða hvort þeir taka undir þau sjónarmið sem að þeir eru að túlka. Við verðum að reyna hér á Alþingi Íslendinga að gæta okkar réttar sem sjálfstæðs ríkis, hver svo sem að okkur vegur í þeim efnum. Þingsályktunin sem samþykkt var hér 13. júní 1985, samhljóða á Alþingi og byggði á þingsályktunartillögu sem ég flutti hér, henni var ekki beint gegn Bandaríkjunum sérstaklega. Ýmsir túlkuðuna sem svo að það væri verið að vega að sovjeska sendiráðinu þar sem verið var að hvetja til þess að takmörkuð yrðu umsvif erlendra sendiráða í landinu og bent á það misvægi sem væri í þeim efnum. Ég tel fyllstu ástæðu til þess fyrir utanríkisráðherra Íslands og íslensk stjórnvöld að athuga þau mál í ljósi þeirra samþykktar sem hér var gerð 13. júní 1985. Þá er þessari umræðu lokið. Útbýtt er á fundinum í fyrsta lagi þingskjali 450 nýting lausra leigusala undir starfsemi á vegum ríkisins.
Það er þingsályktunartillaga, flutningsmaður Ásgeir Hannes Eiríksson. Eftir að hafa kynnt sér þessi mál rækilega af eigin raun, ræddi fjárveitinganefnd við sérstaka nefnd sem skipuð hafi verið af menntamálaráðherra til að skoða málefni hússins, bæði er varðar rekstur stofnunarinnar og húsnæðismál hennar. Auk þeirra vandkvæða sem ég áður hef lýst og varða húsið sjálft, það er að segja Þjóðleikhúsbygginguna, hafa verið miklir erfiðleikar í rekstri stofnunarinnar og hefur hún farið langt umfram fjárlagaheimildir sínar og voru rekstraráætlanir Þjóðleikhússins víðs fjarri þeim niðurstöðum sem urðu. Var því auðsætt að nauðsynlegt væri að takast á við hvoru tveggja, viðgerðir á húsinu og rekstur stofnunarinnar. Niðurstaða fjárveitinganefndar var sú að hún lagði fyrir Alþingi tilteknar tillögur. Tillögurnar mótuðust af því að í fyrsta lagi yrði undirbúin viðgerð á húsinu, það er endurnýjun lagnakerfis hússins, viðgerð á skemmdum, lagfæringar á öryggisatriðum og vinna ýmissa viðhaldsverkefna sem vanrækt hafðu verið. Nefndin taldi óhjákvæmilegt að á meðan á þessari vinnu stæði að loka Þjóðleikhúsinu og starfsemi þess legðist niður á meðan. Gerði nefndin því ráð fyrir að starfsfólki hússins yrði sagt upp þannig að samningar væru lausir þegar viðgerðin hæfist og húsinu yrði lokað þannig að kostur gæfist á að endurskipuleggja reksturinn jafnframt því sem endurbætur yrði unnar á húsinu. Þegar fjárveitinganefnd kom að málinu að nýju á síðastliðnu hausti kom hins vegar tvennt í ljós. Hvað rekstraráformin varðaði höfðu vissulega verið gerðar lofsverðar breytingar, svo sem eins og með ráðningu nýs fjármálastjóra sem tekið hafði á ýmsum vandamálum í rekstri Þjóðleikhússins, en endurskipulagning á rekstri hússins að öðru leyti hafði hins vegar ekki átt sér stað og kom fram í erindum Þjóðleikhússtjóra til nefndarinnar að stefnt væri að mjög kostnaðarsömum verkefnum og stórfelldum útgjöldum umfram það sem ráð var fyrir gert í fjárlagafrumvarpinu og umfram það sem fjárveitinganefnd hafði lýst þegar hún lagði tillögur sínar fyrir Alþingi í desember síðastliðnum. Hvað viðgerðirnar á húsinu varðaði kom í ljós að uppi voru áform miklu víðtækari endurbætur en fjárveitinganefnd höfðu verið kynntar á sínum tíma. Í stað þess sem þá var talað endurnýjun á öryggisbúnaði, lagnakerfi og viðgerðir ásamt bættu aðgengi fatlaðra varð ekki betur séð en nú væri stefnt að því að byggja í rauninni nýtt leikhús að því einu undanteknu að útveggir Þjóðleikhússins sem nú eru fengju að standa. Áætla má að slíkar framkvæmdir myndi kosta 1,5 til 2 milljarða króna þegar upp yrði staðið. Ég held að óhætt sé að fullyrða að fjárveitinganefndarmönnum var nokkur brugðið en þetta hvoru tveggja var kynnt fyrir þeim, það er að segja annars vegar rekstraráætlanirnar og hins vegar endurbyggingaráætlanirnar. Fjárveitinganefnd kannaði málið frekar og átti auk þess ágætan fund með menntamálaráðherra þar sem kom fram vilji beggja aðila til að takast á við þessi vandamál með nokkuð öðrum hætti heldur en þeim sem kynnt hefðu verið nefndinni í upphafi af forráðamönnum stofnunarinnar og af þeim hugmyndum sem nefndin hefði fengið umfang endurbyggingar og endurbóta. Kom fram hjá hæstvirtum menntamálaráðherra að vilji hans stæði til þess hvað endurbæturnar varðaði væri fylgt upphaflegri stefnu nauðsynlegar viðgerðir, lagfæringar og viðhald án þess að áformað væri það risavaxna verkefni að umbylta öllu Þjóðleikhúsinu og byggja í rauninni nýtt. Einnig kom fram hjá ráðherranum að hann hefði fullan hug á því að endurskipuleggja rekstur Þjóðleikhússins og draga úr kostnaði. Lýsti ráðherra þeim vilja sínum að reynt yrði að vinna við endurbætur hússins á árinu 1990 þannig að húsinu yrði lokað því sem næst í marsmánuði og viðgerðir á húsinu hæfist á strax og að þeim gæti orðið lokið þannig að sýningar gætu hafist að nýju í Þjóðleikhúsinu í desembermánuði á næsta ári.